En við byrjum hér á Sunnu Másdóttur og Þorgeiri Tryggvasyni. 3 skáldsögur sem þið hafið verið að brjótast í gegnum hérna síðustu vikuna og síðustu 2 vikurnar, þið fenguð 2 vikur til að lesa þær. Eitthvað á stærð við alheiminn eftir Jón Kalman Stefánsson. Þetta er seinna bindi í raun og veru í einu verki. Fiskarnir hafa enga fætur, það var fyrra bindið og þetta hangir saman. Þetta er í rauninni ein bók. Þetta er í rauninni ein bók. Ég held að það geti enginn lagt í þessa bók án þess að hafa lesið hina. Þetta helst alveg í hendur. Þarna höldum við áfram að fylgjast með Ara og rekja svona ættarsögu hans. Hann er komin aftur til Keflavíkur eftir dvöl erlendis til að hitta deyjandi föður sinn og svo rekur hann svona, hans saga og ættarsaga er rekin í bókinni. Risastórt persónugallerí, eins og oft hjá Jóni. Og mér finnst hann, ég er náttúrulega ofboðslega hrifin af honum. Það er eiginlega skrítið að láta mig tala um þessa bók af því hann bara spilar á mér svona hljóðfæri og ég græt hann í bækurnar hans og svona. En mér finnst honum einmitt aftur takast að gera þessa persónur alveg ótrúlega lifandi og áhugaverðar. Þetta er hann alltaf, hann er á 3 stöðum, hann er í Keflavík, hann er á Norðfirði í svona gamla daga og svo er millitíminn í Reykjavík. Já, og í svona fiskvinnuharki í Keflavík og á Suðurnesjum líka. Já, þetta er ein risastór skáldsaga, þessar 2 bækur. Og alveg glæsileg skáldsaga þegar á heildina er litið, sko. Mér finnst svona í þessari, það gerist tvennt sko sem að pirrar mig pínlítið við Jón Kalman, að mér finnst hann stundum skrifa hugleiðingar sínar stjörnurnar og myrkrið og hafið á einhvers konar sjálfstýringu og svo undir lokin þá finnst mér allar persónurnar vera farnar að tala eins og hann. En það það tala virkilega fallega sko, en þetta svona stundum pirrar það mig ekki þegar höfundar gera þetta, en það pirrar mig pínlítið þarna. En horfandi á þessar 2 bækur saman sem heild, þá er þetta algjörlega makalist magnað og skemmtilega mér finnst hann svo góður þegar hann er alveg raunsær, þegar hann er bara að rannsaka hvernig maður vinnur í saltfiski sko, og hvernig verkstjórar hegða sér. Og hvernig maður er bara fullur í íbúð í Keflavík að hlusta á Megas og drekka og svona. Algjörlega, sko, mér finnst það svo dásamlegt. En þú ert svona alveg upprifin af þessu? Ég er alveg upprifin. Ég bara, ég fyrirgefði það alveg. Ég veit alveg hann er heldur ekki endilega allra, en mér nær hann alltaf. Mér finnst hann bara skrifa fallegasta texta sem ég les. Allt verkið verið eins og eitt langt ljóð og ég bara skæli. Og þú skæli.